Jæja, herðu, ég heiti Hjalti Einarsson og ég er komin hingað í rótina til að fjalla batamiða nálgun í geðheilbrigði þjónustu. Geðheilbrigði þjónustu. Hérna, þetta er yfirleitt. Ég ætla aðeins að reyna, sko, eins og ég sagði áðan, bati er svona voða, eiginlega lítið og krúttlegt fyrirbæri, en ég ætla að reyna að teygja þetta aðeins og bjóða upp á svona umfjöllun þetta. Allt frá það sem við ræðum upp að batahreyfingarinnar og svona aðeins hvernig það má nýta þetta í starfi. Eða hvernig þetta lítur út í aksjón. Já, og svo bara vona ég að við getum þá bara nota glæruna mína til að spjalla þetta frekar en ég sé að þylja yfir ykkur hérna innan tómar hérna ræður. Þetta byrjar sem sagt einhvern tímann í kringum 1970 eða eitthvað svoleiðis. Það sem að WHO til dæmis startar einhverju massífu rannsóknarátaki þar sem að einhverju vísbendingar voru farnar að koma fram það að fólk með alvarlega geðröskun áttu einhvern möguleika á einhvers konar lífi. Það var ekkert fyrirfram vissu menn ekkert alveg hvað var í gangi og setti menn bara inn á stofnanir og svo voru þeir bara þar, eins og Gúgúsnest og Indíáninn í Gúgúsnest eða eitthvað sliðis. En svo fara svona að renna tvær grimmur á menn og þeir fara einhvern veginn að byrja að skoða þetta. Og það koma svona sprett upp notendahreyfingar hingað og þangað og þeir fara svona tjá reynslu sína. Það kom út alls konar bækur eftir fólk sem hafði einhvern veginn verið að upplifa gamla kerfið og var svo að fara að lifa upp á nýtt með geðröskuninni sinni og var að tjá reynslu sínar. Myndin hana Beautiful Mind, hafið séð hana með John Nash, starffræðingnum berjalega. Hann til dæmis er típa sem að brýst út úr geðveikinni og fer að lifa með henni bara, hann er svo raunverulega að losna við hana. Notar einhverja svona aðferðir eins og að taka aldrei hendina á neinum að einhver sé búinn að taka hendina á honum fyrst og eitthvað því líkt. Og hann var einmitt með svona CIA-agenta og alls konar svona ranghugmyndir sko. Og þetta er alls konar málsvarendahópar og þrýstuhópar sem er að berjast fyrir bættum rétti fólks með geðröskun og vildu einhvern veginn koma sínum málefnum á framfæri, hvernig ætti að stuðla að þessu og hvernig ætti að gera þetta og annað slíkt. Það er þarna inn í þessu fókus á einföld mannréttindi. Það er bara, við ræðum það betur á eftir og svo kemur eitt í ljós þegar menn fara að byrja að gera þetta í aksjón, að það kemur þessi vandi sem skapast af afstofnanavæðingunni. Þú tekur fólk sem er búið að vera stofnun í áratugum saman og setur þau bara, ætlar að reyna að koma þeim út í samfélagið, þá bara kemur alls konar vandi sem að menn kunna ekkert að takast á við sko. Og þar kemur inn Fountain House hugmyndafræðin, AA hugmyndafræðin og fólk vil nota þessa þekkingu sem þar er inni til þess að brúa þetta bil sko. Fountain House er á Íslandi Geysir. Ok, þannig að það er svona þarna sem þetta byrjar og þetta fer að ná einhvern skriðþunga í kringum 1980, svona upp úr því 1985, 1990 og í dag er þetta orðið eitthvað svona stefnumótunar ráðgefandi ráðuneytis pælingum víða. Bandaríkin, Bretland, Danmörk, Kanada, Nýja-Sjáland, Ástralía. Þetta er orðið geðheilbrigði stefna í þessum löndum og víðar reyndar, Þýskaland og þannig að það er bara upp að skrifa að bati er það sem þið eigið að gera, eða batamiðuð nálgun. Sko, þá er aðeins bara til að skilja mikilvægi þessa fyrirbæris, batamiðuð nálgun, þá er ég búinn að brjóta þetta upp í þessa þrjá þætti og þetta er til að aðeins til að hjálpa okkur að ramma inn hugmyndin að batna eða læknast, af því að þetta er svolítið loðið fyrirbæri, eða ekki? Að batna og svo að vera í bata og svo þessi bata sem samfélagsleg skylda. Að batna eða læknast af veikindum sínum, það er bara þetta þegar þú farið inflúensu eða sýkingu eða eitthvað og þá bara tekur þið tíma og læknast og þá er það búið. Svo ertu með að vera í bata. Við tölum það að vera eins og alkoholisti sem hættir að nota áfengi sitt en er samt ennþá veikur og byggir sér svo upp á nýtt. Sykursýki, alvarlegt hjartaáfall, þetta getur ekki tíma en með réttum lyfjum og öðru slíku þá tekst þér einhvern veginn að lifa lífið á þess að hafa nokkuð áhrif á lífið, þannig séð sko. En svo þegar við tölum blindu eða lömun eða eitthvað svoleiðis, hvernig skiljum við þá fyrirbærið að batna sko? Ef það væri þannig að ef við miðum við læknisþjónustu eða læknismeðferð eða eitthvað slíkt, þá værum við að tala það að manneskja sem mistir fótinn í bílslysi, lægi í sjúkrarúmi, svo kemur læknarnir til hans og segir, já við getum vel ekkert gert fyrir því fyrir að fóturinn vex aftur sko.
Þannig þú býður bara hérna þangað til það gerist. En það er ekki það sem við gerum og ekki heldur þetta fólk lamast eða blindast. Samfélagið er búið að búa til lækninguna fyrir okkur og það er svolítið mikilvægt að skilja það. Peningar til dæmis, þeir eru misjafnir að stærð og lögun og það eru uppleftar svona upplefti stafi svo fólk blindir geti lesið það. Við erum í hjólastólarampa og svona. Þannig að samfélagið tekur þátt í bata fólksverðumlega og þannig má skilgreina lækningu. Hún er samfélagsleg skylda. Sko, það er engin ástæða fyrir okkur sem geðheilbrigðis, fagfólk innan geðheilbrigðis að tala hérna bata á ákveðinn hátt. En hvernig haldið þið að við svona skiljum fyrirbærið? Hvað af þessu þrennu, hvað haldið þið að við séum að meðhöndla þetta fyrirbæri að batna eða bati? Hlýtur að vera náttúrulega þarna að vera í bata að sjúklingurinn sko sé hann er með sjúkdóm og hann heldur áfram að vera með hann. En hvernig getur hann að lifa góðu lífi þrátt fyrir sín veikindi? Nákvæmlega, sko. Þetta kemur inn náttúrulega líka hvernig við skilgreinum heilsu. Já. En ég er ekki allir sammála með þetta sé allt þetta saman einhvern veginn og sérstaklega í okkar bransa þegar það er fullt af fólki sem er ekkert sérstaklega að fara að ná sér. Það mun kannski eiga góða kafla inn á milli en það er raunverulega virkilega illa haldið af röskunni sinni og hún mun vera að vara af eilífu. Getum við ekki bóðið þeim upp á eitthvað, þú veist, eitthvað meira? Þú veist, þú mátt alls ekki, við megum ekki fá til eitthvað fólk að segja bara við þig, heyrðu, þetta er bara búið hjá þér, kallinn minn. Þú verður bara að sitja þarna og þetta lagast. En það er ekkert að gerast, skiljið þið. Þannig að við verðum einhvern veginn en þetta er það sem við gerum markvisst. Ég bara reyna einhvern veginn að draga þetta fram, að við skiljum þetta á þessu leveli. Og er það ekki, við erum öll sammála um þetta, ekki? Ok, það er því til tvenns konar bati. Það er þessi klíníski bati sem er hugtak sem að heilbrigðisstarfsfólkið býr til. Það þýðir að losna við einkennin, endurheimta virkni og komast aftur í eðlilegt ástand. Endurhæfing og allt þar fram til götunum. Hún miðar öll að því að búa þetta til. En svo er þessi persónulegi bati sem er hugmynd fólks sem að öðlast yfir sérfræði þekkingu gegnum lifaða reynslu af geðsjúkdómnum. Og hún hefur aðra merkingu heldur en klínísku bati. Ef þú ert veikur, hvernig myndu skilja veikindi þín? Þú veist eins og ég átti actually samtal við lækninn minn í morgun og ég er með ennisólusýkingu. Og hann sagði, þú ert með hérna Prinato, Senato, Bito og eitthvað svona í Daptil og Kalo og ég bara, what? Hvað er þetta að tala um maður? Það var með ennisólusýkingu. Ég bara, já, ok, hvernig mun þetta trufla mig? Já, að vita það sko. Hvað get ég ekki gert eða eitthvað? Hvað þarf ég að gera? Ég þurfti ekki að vita að ég væri með eitthvað sýkingu, hún skipti mig engu máli. En ég þurfti að vita hvernig þetta truflaði mig. Og sama með held ég svona persónulega og lifaða reynslu, fólk er ekki mikið að hugsa hvað það er með eða hvernig einkenni þau eru með, skilju. Heldur bara, kemst ég í bíó? Get ég eignast kærustu? Kemst ég í skóla? Þú veist, hvernig truflar þetta mig svona mikið? Hvernig get ég komist fram hjá þessu? Mér langar svo að ná bata, mér langar að hjálpa nágrannanum mínum að fara út með rusli. Og það er þessi greinarmunur sem við þurfum eiginlega að gera. Og það er þetta sem við ætlum að ræða. Það er þessi hugmynd að persónuleg reynsla sé ekki það sama og klínískur bati. Og það er það sem að batameðanálgunin vill færa fram. Og þetta er ekki andstæða við lækningu eða neitt slíkt. Þetta þarf að flúta saman. Það er þetta er megin inntaki í batameðari hugmyndafræði. Að koma þessu mikið inn í allt sem við gerum og við mögulega getum. Já, hérna hefur kannski aðeins nú fer ég örugglega að endtaka mig, en þetta er allavega sko, kannski langar mig til þess að biðja okkur að reyna að setja okkur í eitthvað spor, eitthvað sem gæti verið með svona röskun. Ég held að það innst innan okkur öll að höfum við upplifað tímabil þar sem við verum einhvern veginn alveg steikt eða nötts á því. Og já, ég veit bara einhvern veginn svona, við verðum einhvern veginn að setja okkur í þessi spor, að glata voninni. Hvað haldið þið að þetta sé? Að ná bara ekki að mynda sér neina sjálfsmynd. Ná ekki að bara sjá enga tilgang með neinu. Að hafa enga stjórn á sjálfum okkur. Verið í einhverju svona klikkuðum aðstæðum. Ég hef heyrt fyrirbæri sem kallast villuráf. Hafið þið heyrt það? Það ef þú ert að labba og villist, þá áttu það til að verða algjörlega vonlaus, úrkula vonar. Og í þessum aðstæðum þá getur fólk ekki gert neitt nema bara setjast niður og það hættir algjörlega að treysta eigin skilningavitum
og þið tala það ef þú stingur til dæmis hend onni hérna vatn eða áallar að sjá ykkur átt og rennur sko, þá tristur ekki inputinu svo þú ferð að labba gegn ánni að því þú einhvern veginn svona og bara mann rugglast, svo setjast með bara niður og eitthvað, það er til að útrúlega lýsingar af munni sem voru alls ekkert viltir en þeir bara fengu þessa tilfinningu og þá gáðust þeir bara upp. Þetta er ruglega eins og mávar sem að hætta að fljúga þegar þeir sjá ekki hafið og svona, þetta getur í þoku, þannig að menn eru... Já, ef þið villast í þoku og festist í snjóflóði, þetta getur bara gerst eða hvað sem sko, þú hættir bara að sjá hvert þú ert að fara, þá lendir í þessu. Þetta getur komið fyrir hvert sem og það er til svona viðkvæmni módel í svona geðklófapælingum að hugmyndin að allir geti orðið geðklófar. Það þarf bara að fólk er bara með mismunandi viðkvæmt fyrir svona streitu eða áreiti og það er sem að orsakar raunverulega. Þannig að þetta er inn í okkur öllum og við þekkjum þetta öll. En það sem að ég svona eiginlega að reyna að ýta aðeins á viðbár er að þegar þú ert í þessu ástandi þá ertu ekki að skilgreina þig einhvern veginn geðveikan. Þú ert bara í ástandi og vilt einhvern veginn finna leiðir út úr því. Og svo er annað það er orsakir þessa erfiðleika sem við erum að glíma við. Þeir eru oft aðrir heldur en bara einkennin, eitthvað svona neurológísk truflun. Það geta bara verið þegar þú lendir í þessu, þá geta komið upp alls konar svona fylgikvillar sem bara ýta undir að skapa meiri vanda eða bæta við hann eða eitthvað hvernig að orða þetta og þau eru ekkert að fara að hverfa þó þú takir lyfin endilega, skiljiði. Það er bara, ef þú ert til dæmis mjög veikur mjög lengi á unglingsárum og mikilvæg mótunarárum, 15, 20 og 23 ára, 14, 13, 20 og 23 ára, skiljiði. Þá er það búin að missa úr svo mikið að það er mjög erfitt að bæta þau upp þó að þú takir lyf. Skortur á tækifærum, stuðningi, félagslegum tengslum, þetta er of svona, fólk er búið að komið að vera brennimert eða eitthvað, það getur ekki fengið vinnu í litlum smábæ, það er engin stuðningur við það, félagslegu tengsl eru einhvern veginn lömuð, ónýtt og oft enga vini, fjölskyldan er farin og allt slíkt. Þú hefur ekki heimilið, þið vantar allar svona grunnþarfir, þú getur ekki aflað þér þetta er engar svona grunnstoðir að það sem við köllum svona helstu grunnþarfir, þær eru horfnar. Fólk er kannski búið að vera í þessu kerfi lengi og var á þeim tíma þegar þetta var mun verra en þetta er núna og það er einhvern veginn bara svona lítur og heilbrigðiskerfið ykkur illu auga, það hefur ekki fengið á þjónustu sem það þarf og svo þessi paranoia og allt þetta. Svo bara þessi tilfinningalegu erfiðleikar sem fylgja því að viðurkenna að þú sért veikur sko. Nú er ég veikur, ég verð bara að koma fram með það, ég get ekki lengur að neyta þessu, ég þarf að viðurkenna fyrir sjálfum mér og öðrum að aðstoða þessu þörf. Og svo ertu kannski búin að vera lengi inn í kerfinu og sjálfsmyndin er bara einhvern veginn orðin ég er sjúklingur og svo framvegis. Þjónusta þarf að taka mið af þessu líka, ekki bara lækningunni og því líku. Svo, þá er eitthvað svona, ætla ég að súmmera það sem við höfum verið að fara yfir núna og reyna að endur skilgreina bata. Það er þá, rénun sjúkdómseinkenna er ekkert endilega aðalatriði. Það er kannski mikilvægara að lifa bara merkingabæru lífi með eða án veikindana. Sem þýðir þá að hvað sem síðan verður veikindin, þá verður við einhvern veginn að reyna að halda fram að lifa sko. Lömuð eða fótalaus, blind, það skiptir ekki máli. Og þessi lífsmerking er skilgreind út frá þörfum og gildismati. Það er þá að hafa tilgang eða hlutverk, einhvers konar innihaldsríkt samband við ástvini og svo tómstundauðja hvað sem er, bara eitthvað að gera eitthvað. Til þess að gera þetta þá þurfum við að byggja á það er þessi pæling að virða rétt fólks til að rasa sko. Við erum öll uppalendur eða ekki, eða mörg okkar, við þekkjum allan hlutverkið. Þú getur einhvern veginn ekki alveg börnin þér upp með fjárstýringu sko. Þú verður einhvern veginn að lifa en bara stundum er maður náttúrulega uggandi yfir því en þú verður að leyfa barninu að hrasa þetta og klifra í trjám og annað slíkt sko. Þú getur ekki bara vafið henni í bómull og beðið þangað verða fullorðinn sko. Eða kennt þeim allt lífið. Það er ekki hægt, þau hlust ekki. Þú verður að fá að prófa þetta sjálf og því meira svo segir því minna að hlusta þig. En það er þetta að og í Japan til dæmis hef ég heyrt að öll barnaleiktæki þar eru mjög stór og skuggaleg. Og svona öryggisbúnaður fyrir neðan
leiktæki þar eru ekkert sérstaklega, það er ekkert svona gúmmímottur eða neitt svoleiðis eins og hérna sko. Samt í þessu upplýsta samfélagi sem Japanir eru. En þeir trúa þig bara, spare the rod, spoil the child einhvern veginn. Þú verður einhvern veginn að leyfa börnum að alast upp eins og náttúran sagði. Ég er ekki samt að segja að við erum að ganga þetta langt, en ég langar aðeins að ýta inn þessari hugmynd að það er mikilvægt að virða rétt fólks til að læra af sinni eigin reynslu. Og þetta hefur verið súmmerð upp sem sagt, eitt svona yfirgildi, þessi batamiða þjónusta, batamiða nálgun og svo sem er þá brotin upp í þessi 3 undirgildi. En það mikilvægast í þessu er að fólk með alvarlega geðsjúkdóma er bara fólk. Og við megum bara nálgast það þannig. Og það er að hlúa þessum persónulega bata sem við ræddum áðan. Gildi 2 er þá að styðja sjúklingana við að skilgreina og móta í stað þess að segja þeim. Og öll hjálp sem við veitum á að miða því að sjúklingar beri eða muni bera ábyrgð á eigin lífi. Við eigum sem ekki að taka þeim þessa sjálfsbjargar viðleitni heldur eigum að ýta undir hana. En það eru á þessu svigar og allt það. Við vitum að í sumum aðstæðum er fólk bara ekkert fært þetta. Og það er okkar hlutverk að taka þá ábyrgð á okkur líka. Þetta er ekki þannig að fólk talar oft batamiða þjónustu einhverja svona andstöðu við það sem við gerum venjulega, það er alls ekki svoleiðis. Það sem við erum að gera er mjög mikilvægt og fólk skilur það og vill raunverulega þessa aðstoð. Við megum samt ekki gleyma því á endanum og þurfum við að hleypa börnunum aftur út úr hreiðrinu. Og þá verðum við að hafa miðað á því að það muni gerast einhvern tímann allan tímann með verum að veita þjónustu. Má ég spyrja samt við þessum heilbrigðiskerfið er byggt upp með mikilli forsjárhyggju sem að í raun og veru ekki bara í hliðinu heldur annars staðar þar sem sjúklingurinn bara bíður eftir að læknirinn segi sér hvað hann á að gera og hvernig hefur gengið einhvern veginn að setja þetta inn í heilbrigðiskerfið okkar. Þetta er vandi því að við erum bara óttaslegin. Við skiljum fyrir bara eins og áhættumat og siðferðislegar pælingar. Hann er bullandi manískur og þá leipa honum út með veskið sitt eða hvað er það að tala hérna? Þetta er erfitt en við verðum einhvern veginn að allavega bara með því að byrja að skilja þetta, þá held ég að við séum komin skrefi nær þessu. Og svo er þetta svo mismunandi innan ólíkra sjúkdóma eða svoleiðis. Á Grensás til dæmis er endurhæfing. Þá verður læknirinn bara að segja flatt on, heyrðu, ég get bara ekki grætt í því nýja mænugallinn minn. Við verðum bara að byrja þar sko, því miður. Og það er einhverja svona pælingar að geðheilbrigðis, svona heimspekin sé á svolítið röngum stað sko. Við séum að fókusera mikið inn á lækningapælinguna og lítið inn á þetta hjúkrunarþáttinn eða svona, skiljið. Við séum bara mikið, já þetta er svona neurologist fyrirbæri, við bara reddum þessu með pillum og eins og þú gerir með til dæmis hjartaáfall eða ég veit ekki. Já eitthvað, ég veit ekki. Einhverju hugmyndir. Það er náttúrulega bara, sko, ef maður þeir sem eru með hjartasjúkdóm eða einhverja sykursýki þess að þú nefndir á, þeir náttúrulega þurfa að bera ábyrgð á sínum sjúkdóm líka, þannig að þetta tengist mjög mörgu, en þetta kannski með beinbrot, þá er það svolítið svona meira basic. Já, beinbrot. Eða þetta var í aðgerð út á botnlangabólgu, þá er það mjög svona eitthvað sem læknirinn getur bara laga. Já. En svo, það er held ég flest af því sem að fólk, sérstaklega langvinni sjúkdómar, flest af þeim er eitthvað sem að við getum og heilbrigðiskerfið getur valdið að elta fólk betur og láta það bera ábyrgð meira. Já. Það er líka svolítið held ég vandamál. Já, og það er líka svolítið framtíð heilbrigðismeðferðar. Það er þessi áunna sykursýki 2 og offita og langseta er núna nýjasta topiki. Menn hreyfir sig ekki nú. Það er verra en reykingar. En við erum allavega á sama blaði, er ekki með þetta? Ok, helstu verkefni okkar, helstu bataverkefni, þetta er eiginlega meira helstu verkefni sjúklingana, það er þá að þróa með sér nýja jákvæða sjálfsmynd í ljósi veikinda sinna. Það er að skilja og sættast í stöðu sína sem manneskja með geðsjúkdóm. Það er bara, nú er þetta svona, nú er ég bara staddur í þessu og nú er ég bara að fara að takast á við lífið með þetta, en svo lögum. Svo þessi ábyrgð og sjálfsbjörg. Og þetta er ekki þetta endilega, þetta er ekki þetta kontradiktori við þá lækninguna, þetta er meira bara að þú takir ábyrgð á þínu sjúkdómi með lækninum.
þú þarf kannski að velja milli ólíkra leiða eða eitthvað slíkt en þetta er ekki í andstöðu við það sem læknirinn segir eða eitthvað slíkt. Þetta er raunlega bara, þú ert þáttakandi í eigin ferli. Við höfum heyrt lýsingar á því þegar fólk er að koma hérna inn með batasöðuna sínar að það hafi raunlega verið inn í kerfinu svolítið mikið inn og út. Alltaf einhvern veginn svona í einhverju sækúl sko. En það er þá allt í einu lendir hérna eins og einn sagði, hún lendir svo bara allt í einu á lækni sem sagði við hana já, ætlar að vera hérna endalaust eða í þessu limbói hérna, eða ætlar að koma og taka þátt í þessu með mér eða hvernig er þetta? Og hún bara, hvað meinarðu? Á já, ég ger eitthvað eða? Já, þú ert ábyrg fyrir þinni framtíð sko. Já, þú meinar. Og eftir það þá hófst einhvern veginn bata vegferðinni sko. Og þetta er kannski svolítið málið. Og þessi þróun mikilsmetinna félagslegra hlutverka. Þú verður að finna þér eitthvað tilgang í lífinu því annars gengur ekki neitt sko. Og finna þér eitthvað hlutverk, búa þér eitthvað til. Þetta er svolítið punkturinn í logoþerapíu eða eitthvað á því. Já, og hérna ætla ég held ég að halda áfram bara hvernig við einhvern veginn svona getum stutt eða hjálpa til við þessi helstu verkefni. Já, þetta er kannski endurtekning á þess að við vorum að tala áðan bara. En þetta eru þessi þættir sem af samtölum við sjúklinga hefur komið fram að skipta mestu máli til þess að öðlast þetta merkingabæra líf. Og ég þarf ekki að fara yfir þetta aftur endilega. Kannski bara til að impra á þessu. Og þetta já, fólk upplifir það svolítið sterkt þegar það lendir í geðröskun og það tapi sjálfstæði sínu. Og þetta snýst svolítið mikið að raunverulega það má líta á bata frá geðrænum erfiðleikum sem einhvers konar endurbyggingu samfélagslegra tenginga. Að þú komist aftur inn í samfélag með hvaða leiðum sem fyrirfinnast. Og meðferð getur í einhverjum tilvikum verið hið öfuga sko. Það getur verið að þú sért að ýta undir ósjálfstæði fólks eða rjúfa tengslin frekar frá merkingabæru lífi í samfélaginu. En allt sem við ættum að gera snýst að kenna fólki leiðir til þess að komast aftur í tengingu við samfélagið. Það er eitthvað svona útgangspunktur í öllu sem við gerum. En þá ætla ég að fara að verkefnið að tilgang batamiðarar þjónustu. Ekki flott mynd? Ég bjó hana til sko. Þessi vængir hérna eru teknir út úr öðru en annarri mynd en þessi kall sko. Ég peistaði þetta saman sko. Þetta er ekki listrætt. Já. Þetta var kannski, ég fór yfir þetta svolítið áðan, ég fann það þá þegar ég var að segja að ég er búinn að klúra einnig glæra þetta miklu aftar sko. En þetta er þessi markmið fólks með geðröskun, það er þetta að það vill eitthvað annað en við. Við erum kannski að reyna að lækna það af einkennum sínum eða veikindunum, en þau eru að hugsa sko, mér langar bara að eignast kærustu. Mér langar bara að vera í skóla. Ég vil bara geta hjálpa nágrannanum mínum þegar hann þarf aðstoð. Og þetta er þessi samfélagslega brú sem skiptir svo miklu máli sko. Fólk þarf bara að læra að lifa með geðröskuninni. Þetta eru þessi punktar sem við verðum að fara yfir hérna. Og þetta er þá kannski okkar hlutverk hérna. Að þú fær bara að klifra af stað upp fjallið eitthvað og ert með stóra drauma og allt það sko. Og okkar hlutverk er þá að hlaupa bara til bjargar eða, heyrðu kallinn minn, hvernig erum við að leysa þetta? Þetta er ljót staða sko. Og ætti ég að skera bara á bandið eða nei, það er kannski ekki alveg nógu gott. En við þurfum einhvern veginn að vinna með þennan vanda sko. Það er alltaf hvolfið út í tómu rugli, ert með einhverja drauma, þú veist ekki hvað þeir eru, þeir snúa allir á hvolfi. Og það er þá okkar hlutverk að styðja við og hjálpa fólki að allavega klifra á stað ef það er það sem þarf sko. Það er þessi með markmið sko. Rétt markmið geta hjálpa fólki að ná aftur tökum á lífinu.
fólk það líka hjálpið að skilja hvernig þessi markmið geta leitt svona til uppfyllingu langana. Þar skiptir við máli, við getum hlustað og leiðbeint og hendi inn í okkar eigin reynslu og annað slíkt. En með því að stíga til hliðar og deila ábyrgðinni, þá og bíðum bara eftir kalli, þá veitum við fólki sjálfsbjörgin á nýð. Það er þess að gefa þeim færi á að redda sig sjálf, sko. Þó það sé stundum erfitt. Því við viljum öll grípa inn í, það er okkar hlutverk að venda og styðja og einhvern veginn svona. Við upplifum það að fólk er í vanda, þá viljum við bara einhvern veginn hjálpa. En kannski er besta hjálpin að leyfa fólki að hrasa. Fólk þarf ofta að læra að dreyma bara, eða langa eða vilja. Það er oft líka bara útgangspunktur sem er má ganga út frá. Fólk er kannski endilega alltaf fært að dreyma eða langa, að átta sig á því hvernig langanir tengjast draumum og slíkt. Þá er kannski þessi myndið til að minna okkur á það, sko. Ég held að við skiljum þetta svona bara, við skiljum þetta á þess að skilja þetta. Þegar við erum að skokka að eitthvað svona djúvöld að þeir koma í gott form núna, þá erum við ekki að hugsa sko að fara á Ólympíuleikana. Það er bara markmiðið sjálfu sér, sko. En það sem við hugsum er hvað ég verð flottur á næsta snappi sem ég sendi óvart af sjálfum mér eða eitthvað þvíumlíkt, sko. Þú ert á sundlaugarbakkanum, skilurðu, og hvað allar stelpurnar eru að horfa á mig, eitthvað svona. Og þetta er eitthvað svona, við tengjum við markmiðið og svona tengjum við ýmsar innri tilfinningar sem þau eru kannski ekkert endilega að upplifa. Sjúklingarnir okkar. Og það sem við hugsum er ekkert endilega það sem við gerum. Þá er þessi markþjálfun og virkni, það er þessi, ég er svona aðeins að reyna að fá okkur til að hjálpa okkur að skilja hvernig hvers vegna markmið eru mikilvæg og hvaða tilgangið þau þjóna, sko. Þegar við erum að reyna að hjálpa fólki af stað út í einhver verkefni eða eitthvað slíkt, þá erum við, skal ég segja, að reyna að fá þau til að upplifa eitthvað svona, komast nær einhverju marki eða einhverju endastöðu eða eitthvað slíks. Hvað er í gangi hérna með veðrið? Allavega já, það er þetta, byrjum bara hérna. Þetta með markmið, hvað setjum við fólki mikið að markmiðum? Þegar við túlkum markmið, erum við að túlka okkar eigin markmið eða markmið þeirra? Reyna að túlka markmið þeirra og hvert þau vilja fara. Já, kannastu þetta þegar við fáum bók í hendurnar í grunnskóla okkur sagt að lesa hana? Munið þið hvað hann var leiðileg? Munið þið hvað var erfitt að komast í gegnum hana? En svo þegar þú tekur einhverja bók sjálfur og þú lest hana, það er allt annað. Þú bara rennur í gegnum hana raunverulega á örskots stundu, sko. Að horfa á bíómynd sem kona þeim valdi fyrir þig, það er skelfilegt, sko. Svo þegar hún sofnar þá ertu bara argur yfir því að hafa ekki fengið að horfa á Transformers eða eitthvað, skiljið. En markmið hafa raunverulega ekkert gildi ef þau eru ekki persónuleg, sko. Og ef við getum ekki gert markmið persónuleg, við erum að segja að þú verður að fara að hugsa um hreyfinguna, sko. Þetta er ekki gott, sko. Þú verður að fara að hreyfa þig meira. Eða, heyrðu, það er mjög mikilvægt að hitta þennan lækni eða þannig sérfræðinga eða eitthvað svoleiðis. Við þurfum einhvern veginn að skilja að markmið þurfa að koma frá þeim sjálfum og það er bara okkar hlutverk að hlusta og styðja við það. Markmið virka bara ef árangur leiðir til jákvæðrar upplifunar. Það því að við erum alltaf okkur sagt að setja okkur markmið, setja það markmið, svo komið þangað, þá gerist eitthvað, en það er ekki þannig. Markmið virka ekki nema það sem við skynjum innra með okkur, sko, sé að gerast. Það er þetta með myndina að náðan. Þú veist, fyrir mér, ég get ekki fara að hlaupa bara til að vera betri að hlaupa. En ástæðan fyrir ég fer út að hlaupa er til að líta aðeins betur út í sundskýlu eða eitthvað, skiljiði. Það er alveg pælingi með því, sko. Ég er að fara til Sólalanda, ég get ekki fara út að þetta, líta þetta út eins og hvalur, sko. Það verður bara að leigja þeim, sko. Ég verður að fara í ljós líka eða eitthvað, þetta er bara fáránlegt, sko. Það er þetta sem við erum að hugsa, en markmiðin raunverulega er að færa okkur þetta, en þau eru kannski tengd einhverju öðru, að komast á Ólympíuleikana. Og svo er þessi, kannski, þetta er það sem er mikilvægt að fólk
hafi ef markmið eiga að leiða til árangurs. Ég er bara reyna að miðla þessu til ykkar. Þetta er byggt á einhverjum kenningum og einhverjum fræðingum sem hafa tekið þetta saman og reynt að skilja hvað þetta snýst, sko. Ef þú hefur ekki trú á eigin getu, þá leiða markmiðin ekki til neins. Þú verður að hafa trú á því að þú getur náð þangað. Það er ekkert hægt að henda fólki af stað ef þau hafa ekki trú á því að þau geti það. Þannig að þau þurfa að byggja undir trúna. Það er heldur ekkert vitið í að fara að gera eitthvað ef að þú getur ekki séð hvernig það sem þú gerir leiðir til einhvers árangs á endanum. Það bara meikar ekkert sens. Það er hægt að segja þér, jú, þú veist, ef þú grefur þessa hólu þá myndu fá karamellu, sko. En það er ekki með neina skóflu og ekki neitt og það skilur ekki hvernig þetta á að fara að þessu, sko. Og ef ávinningurinn hefur ekki gildi fyrir þig, þá virkar það ekki. Og ef fólk getur ekki þakka sjálfur sér árangurinn, þú ferði gegnum einhverja súma af einhverju dóti, en það er alltaf einhver við hliðina að gera allt fyrir þig og ef þú á endanum ert komið þangað og sér ekki ástæðan, sér ekki að þú hefur átt hluta málið, þá skiptir þetta engu máli fyrir þig. Viljum við eitthvað ræða þetta? Viljum við dæmi eða eitthvað hugmyndir þetta? Ekkert frekar? Baldur, varstu eftir einhverju dæmi þar sem að þú lendir í því að upplifa þetta eftir að náða einhverjum árangri áfanga í lífið þínu? Í mínu persónulega lífi? Já. Já, það er... Þú kannast alveg við þetta? Það kannast við þetta, já. Svo ég var út í námi í 4 ár og svo skall kreppana 2 ár eftir. Já. Það er, þú veist, maður þurfti bara að sjá þetta eitthvað. Já. Það er alveg, já. Ég held að kannast allir við eitthvað. Ég held að nám sem er góð, sko, þú veist, langt nám til dæmis. Að sjá fyrir endan á því þú byrjar að þig. Og það er oft reynst, þú veist, oft erfitt. Svo bara þegar maður er búinn að elda eitthvað rosa góða mat eða maður kemur inn með eitthvað rosa góða mat og gestur til að segja wow, hvað er góða matur það eitthvað en það var kannski mamma sem elda þannig að kryddaði sósuna og sagði maður lambið einhvern veginn hérna rétt og eitthvað meðan þú varst þar klúður öllu, sko. Og svo hrósa þér allir það einhvern veginn, já ok, þakka þér fyrir, þú veist það samt að það var ekki þér að þakka. Herði, en þetta er allavega ef við klúðurum þessu mikilvæg þáttum í markmiðum, þá er þessi mynd dæmi það sem gerist, sko. Þú getur alveg settir ykkur markmið og það er eitthvað sem við gerum hérna út allt bara. Við erum alltaf að setja markmið og við búum í ykkur svona markmið samfélagi. Þetta snýst alltaf ykkur markmið. Settið bara markmið þarna og hitt og þetta og eitthvað. En þá gerist þetta bara. Ef markmiðin hafi ekki raunverulegan tilgang fyrir okkur, hafi eitthvað innra vægi, þá erum við bara hérna 2009, fattið þessa mynd? Finnst ykkur ekki fyndin? Ha? Já, þá getur maður bara hent inn svona hérna nýjum viðbótum, sko. Ég veit ekki hvað ég er búinn að segja í mörg ára, ég ætla að fara að grennast, sko. Þetta er bara, þetta er djók, sko. Mér finnst þetta stand up to boss, svo fine job, þannig að vilja staðu gegn innan og verið ekki. Það er ekki enda vel, það var að finna sem ég. Hvað þýðir set? Hvað þýðir? Það neðst á þetta set. Já, hérna, Junkin maður skúri. Svo er þetta kannski til að summera upp þessa pælingu með að þetta sé raunverulega ferðalag og batamiðuð nálgun er raunverulega ekki endastöð heldur kortið sem við útvegum fólki. Ekki ferðalagið sjálft, en allavega það er þá ekki einhver punktur á kortinu sem skiptir okkur máli heldur allt ferðalagið þangað. Sjálfsbjörg, það að öðlast sjálfsbjörg hefur í för með sér frelsi. Og því má skipta fyrir hamingju. Ef þú ert með svona ef þú ert ekki með neina sjálfsbjargar viðleitni eða neitt slíkt, þú getur ekki hjálpað þig sjálfur, þá getur ekki skipt henni út fyrir neitt frelsi eða neina hamingju. En eftir því sem að sjálfsbjörgin og ákvarðanar taka ferðis meira nær þér og þú öðlast þetta vald, því getur þú skipt fyrir alls konar ákvarðanir um að fara með strætó í bíó, fara út í búð og kaupa þér nammi, fara í skólan, eignast kærustu, eignast vini og allt það gutanum. Starfsfólk innan batamiðar og hugmyndafræði er ekki við stjórn heldur til staðar. Og þetta má eiginlega bara, í stað þess að vera, já nú átt þú að fara að gera þetta, þá erum við
Ég er hérna til hliðar ef þið vantar aðstoð við eitthvað. Og bata markmiðin ólíkt einkennamiðaðri lækningu eða meðferðarmiðaðri lækningu. Þau virka hvort sem einkenni minnka eða ekki. Það er bara, hversu lítilega smá sem þau eru, ef þú brýst einhvern veginn út úr skelinu eða öðlast eitthvað nýtt, þá ertu að komast nær svona einhverjum merking bara í lífi. Og þetta getur verið dæmi eitthvað svona bata markmið. Þetta kannski tilfinningin. Við köllum þetta minnkuð einkenni innan læknisfræði bransans. Þetta kannski svona lýsandi fyrir eitthvað markmið, eitthvað vilja, eitthvað löngun sem fólkið sem við erum að hjálpa með. Og það langar kannski bara í góðu sambandi við fólk sem skilur hvaðan það er að koma og fá vinnu sem það er gott í þrátt fyrir erfiðleikana. Af því að það er ekkert að fara ofsna við og þá vill það gera eitthvað sem það getur. Og leikari til dæmis. Mér langar að vera leikari. Ég ætla að fara á 1 leiklistarnámskeið á árinu. Svo brjótum við þetta niður í svona smá þætti. Það er bara þetta að byrja að virkja sig, komast fram úr á mótnana. Svo læra leiðir til að meðhöndla röskunina sem þú ert með. Koma því í bataskólann. Það lærir eitthvað svona reiðistjórnun, kvíðastjórnun. Hvernig það á að bera sig að í samtölum við fólk sem spyr erfiðra spurninga og því líkt. Lærir að halda utan skattinn sinn, fjármálin sín, skipuleggja með uppbyrna sína, allan póst sem kemur inn úr dyrunum og allt þetta. Byrjaði bara smá. Þetta leiðir allt til betra lífs. Ein spurning, það stórspil? Það er Epiktetis, svona grísk heimspeki. Það kennir okkur svolítið að það séu bara sárafáir þættir í lífinu sem þú hefur raunverulega stjórn á. Þeir eru allir innram með þér. Þú hefur til dæmis ekki stjórn á viðhorfum annarra eða einhverjum ytri þáttum. Það einu sem þú hefur raunverulega stjórn á hvernig þú tala við sjálfa þig og hvernig líður með sjálfa þig. Og svo eru alls konar svona spekingslegar pælingar það hvernig þú ferð á því, sko. Þetta ég mæli með handbók Epiktetisar. Handbók Epiktetisar. Þetta lífskeiði, hver er Gefur smiður heitir bókin. Skrifuð 3000 árum. Fyrir 3000 árum síðan held ég, eða 2500. Hún er góð. Þetta er ein af, held ég, 4-5 bókum sem allir ætti að lesa. Já, mæli með henni. Og hafið þið séð, er þetta ekki til inn á? Jú, þetta Já, þetta er umverulega, englendingarnir hafa tekið saman þessar 10 þættir sem taldir eru skipta hvað mestu máli til að styðja við bata fólks. Og á baku hvert þessar atriði eru umverulega einhverjar svona pælingar sem væri ágætt að fara í gegnum, sko. Eins og með virka hlustun, það kemur, þú ert með sérstakann kúrs um það, ekki? Já. Kannski þú hendir ykkur fram núna svona til að... Já, virk hlustun þetta bara það að gefa fólki tækifæri á því að tjá sig á þess að detta beint í það að fara ráðleika. Og gefa fólki bara rauninni að hjálpa fólki að átta sig sjálft á sínum, hleypa hlutum upp og þannig að það sé ekki. Þegar vandamáli þegar við förum beint í það að ráðleika fólki þá býra til ákveðna brynju á milli. Þannig en ef við lærum að hlusta þannig og spyrja þannig að hleypi hlutum upp yfirborðið þá virkar það betur fyrir einstakling. Skilst að kínverska táknin fyrir hlustun sé samsett úr einhverjum svona fleiri en einu atriði, sko. Ólíkt okkar skilningi á orðinu hlustun þá þeirra samsett úr því að horfa á viðfangið meðan þú tala við það og einhvern veginn tjá það með atferðli að þú sért actually að hlusta. En þetta er mjög mikilvægt að bara raunverulega hlusta á það sem fólk hefur að segja. Þetta getur bara sammálið sem það er að segja en ef þú bara gefur því færi á að tjá sig. Svo er þetta mikilvægi þess að hjálpa sjúklingum að skilgreina á forgangsræði í batamarkmiðum, svolítið það sem við vorum að tala hérna áðan. Já, það er svolítið erfitt að dreyma eða skilja hvað maður er að dreyma, hvernig hegðun manns eða atferli getur orðið til þess að uppfylla draumana. Og þú kannski ert með einhverja hugmynd, já, ég ætla í háskóla. En þá getur þú hjálpað til og sagt, já, flott, við förum þangað, en við þurfum fyrst að klára þessi litlu skref. Koma fjármálunum á hreint eða
finna heimilið eða eitthvað slíkt. Og svo bara þetta að hafa trú á styrkleikum og björgum sjúklinga, það er þarna innra með þeim. Þau eru fólk eins og við, en þau bara lendu í þessu ástandi. Þau bara lendu í villiráfi. En þetta er allt í staðar ennþá. Já, og og það er kannski að fara yfir öllu þessu atriði. Þetta er bara þarna, þetta er mikilvægt. Og ef við bara einhvern veginn svona leyfum okkur að tileinka okkur þessa hugmynd batamiða nálgun, þá held ég að við séum öll á réttri leið, sko. Þetta skilja bæði mikilvægi læknisfræði módelsins og svo þessa persónulegu reynslu að líta á sjúkdóma sem bara part af lífinu og nálgast það út frá því. Og kærar þakkir.